Í Bíkó færðu allt til húsbygginga. Fáðu persónulega aðstoð og sérlausnir frá sérfræðingum okkar. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Verði þess að fyrsta umferðin hjá þeim verði sómasamleg og skilið þeim 3 stigum. Hér færi fyrirgjöf og að gefa þeim það. Hér kemur Kristinn. Hann átti fína fyrirgjöf á hann. Hér kemur önnur fyrirgjöf. Það fyrir yfir markmanninn og Ívar. Byrjunarliðið Blika líklega þeirra sterkasta. Hér bara skot úr horni. Hér hornspyrna. Þetta góð hornspyrna og skalli og boltinn út af. Og það hér kemur sending og glæsilegt skot en hann ekki að koma nú í Arþór. Kristni gefur hælsendingu, Kristinn keyrir upp að endamörkum, kemur fyrirgjöf og Blikarnir held á ennþá með boltan. Andri með skot og fyrirgjöfn Júræ með þess fína sendingu en boltinn ennþá í leik. Gunnlaugur tekur þetta örugglega. Já. Kúmú, þetta erfitt að, maður veit svo sem ekki hvernig maður að lesa þetta rétt en þetta missir boltan hann yfir sig, hann út hann bókstaflega bara. Chelsea maðurinn stingur honum hérna upp og Ævar á eftir honum. Hvað gerir Ævar Ingi? Hann komin upp á endamörkum, fyrirgjöf og það haldanum og Oliver sér Kristinn hann dauðafrían. Hvað gerir Kristinn? Tekur hann niður og ætlar að mundi skoti en missir boltan. Arþór kemur fyrirgjöf, fín fyrirgjöf og skalli frá Arþóri. Hann ætlar bara Arþór fyrirgjöf eða skot og hann hann lasir þetta ágætlega. Nærði ekki, Blikarnir búin að stíga hann út hana og Jóhann, hvað gerir Jóhann? Með fyrirgjöfina, Gulli með þennan bolta allan daginn. Þetta var nokkuð sem yfir sig, það að tímasetja þetta betur. Það alert. Skulum sjá, þetta vel spilað. Fyrirgjöf og það Kristinn eða hvað? Nei, Ævar og það vel framjá. Já, flott sókn engu að síður. Nei, við vorum að tala við sjálfum okkur hérna í ykkur 20 mínútur, mjög skemmtilegt samtal sem verður ekki endurtekið fyrir skot. Og Oliver með fínt skot. Jú, ég vorum búin að nefna eitthvað hérna áðan. Já, þú veist, eitthvað búin að tala um þetta en það eru mikla breytingar á báðum liðum. Já, kannski maður meira skotið það kannski sveimi þá. Ég meina þetta allavega geysilega góður leikmaður og maður með mikinn fótboltaskilning. Þetta vel gert hjá Davíð. Davíð komið á endamörkunum annar fyrirgjöfinni. Nei, boltinn út af erlendisrá þá það að fara gegnum KSÍ. Ef það býtum við, hér færi Davíð. Hann ætlar að fara alla leið. Kemur skot í slána og býtum við Kristinn. Skallar og þvílík mark. Fyrirgjöfin Júræ. Boltinn dettur fyrir skot þarna en var með 2 mörk eða ekki í leiknum á móti Val? Jú, mikið rétt. Nei, hann nú bara Káa aðeins átt nokkra góða mínútur hérna. Já, hér komið upp endamörkum, Arnór með skot eða hvað, sendingu og hann verið þetta í markinu. Kemur fyrirgjöf
Og hér færi hjólastur, en þessi bolti auðveldur fyrir Ellert Reynsson, Lengjubikarmeistari, hvernig tilfinningin? Bara virkilega góð, alltaf gaman að vinna og hvað þá að vinna titil og þetta bara virkilega gott start inn í tímabilið. Þú náður að setja gott mark þarna í byrjunleiks en svo virtist ykkur vera fyrirmunað að bæta við. Hver ástæðan? Já, það rétt. Við fengum þó nokkra færum og hefðum raunin átt að vera búin að setja annað í fyrri hálfleik. Við gerum okkur þetta svona tiltölulega óþægilegt í leiknum og mikið stress og komið í lokin út af þessu en svona þetta bara stundum. Ertu búin að setja þig markmið fyrir sumar í sambandi við markaskorun? Nei, ég ekki búin að fara við það. Þannig að það bara eitthvað sem ég fyrir mér sjálfum við. En hvernig líður manni svona rúmri viku fyrir mót? Bara virkilega vel. Liðið búið að koma vel undan vetri og bara tilhlökkun að takast á við sumarið. Frábært, til hamingju með titilinn og til hamingju með markið. Takk. Jæja, Arnar Grétarsson, til hamingju með titilinn, 1-0 sigur. Hvað segja menn eftir þennan leik? Já, ég náttúrulega bara hrikalega ánægður fyrir hönd allra blika að vinna bikar og mér fannst þau spila alveg glimrandi fyrri hálfleik. Kannski eitt út á fyrri hálfleikinn að setja og það að nýta ekki færi. Og í raun og veru hefðum við átt að fara inn í hálfleik með allavega, ég myndi segja 2-3 ekki 4-0 yfir. Og við gerum þetta raun svolítið erfitt fyrir okkur og líka í seinni að þar fáum við 3-4 færi til að klára leikinn. Og það nú bara þannig að KA með fínasta lið að það ósköp eðlilegt að það kemur smá panik í restina og boltinn hefði alveg getað dottið illa fyrir okkur og það hefði kannski getað endað í vítaspyrnukeppni. En sem betur fer að það gerist ekki og við getum fagnað góðum titli. Nú svona rúm vika í mót. Hvernig verður undirbúningi liðsins háttað þessa síðustu daga? Sko, nú þetta náttúrulega bara orðið þannig að það bara eins og segið, það vika í fyrsta leik og þessi sem voru að spila hérna í dag, að þeir eru raun og veru búin að fá sín síðasta leik og þá voru bara að fá svona mannskapan í toppstand fyrir fyrsta leik og markmið að reyna að fá æfingarleik í næstu viku fyrir þá sem hafa lítið fyrir að spila. Á öðru leiti þá verður það bara það að fá mannskapan í toppstand og þannig að menn verða óþreyttir og klárir á móti Fylki í lautinni. Nú hefur heyrst að Fylkismenn vilji hugsanlega skipta á leikjum. Er það eitthvað komið á hreint? Ég á ekki von á því. Við höfum ekki heyrt eitt eða neitt og Kópavogsvöllurinn nú ekki til að hrópa húrra fyrir. Ég held að okkur veitti ekki af að fá auka viku til að fá hann góðan. Þannig að ég held líka að Fylkismenn vilja reyna að spila leikinn, fyrsta leikinn á sínum heimavelli. Þannig að hvar hann verður spila skiptir ekki öllu máli. Við þurfum að vera klárir og vera í standi þegar við mætum 3. maí. Arnór Aðalsteinsson fyrirliði, til hamingju með Lengjubikarmeistaratitilinn. Takk. Hverju þakkarðu þennan sigur? Ég þakka alveg bara mikil vinnu og við erum búin að alveg leggja þvílíkt á okkur þenni vetur og fara í alla þessa leiki til þess að gera vel og bæta okkur og vinna þetta. Og við höfum nýtt þessa leiki vel sem góðan undirbúning fyrir mótið líka. Þannig að fyrst og fremst þetta bara mikil vinna, mikið æft og góður undirbúning. Nú sem sagt fáum ekki á okkur mark en skorum bara 1 mark þrátt fyrir mörg tækifæri. Já. Hver ástæðan? Já, það góð spurning sko. Ég séð hinn endan á vellinu svona meiri part af leiknum en það nú bara erfitt að útskýra okkur hann fer ekki inn. Markmann hafa haft góðan dag eða við kannski hittum ekki alveg nógu vel. Verður þið bara bakverðirnir ekki að verða sókndjarfari bara? Já, við reynum að sækja hans í og geti og reynum að leggja upp eitthvað. Frábært, til hamingju með titilinn. Takk. Gunnleifur Gunnleifsson, til hamingju með titilinn. Takk fyrir. Hvernig líður þér
eftir þennan leik? Líður bara vel, ég er svolítið stífur eitthvað, en auðvitað líður mér vel og alltaf gaman að vinna og vinna mót. Nú þú marga fjörun að sopi í þessum efnum, vika að Íslandsmót byrji. Hvernig metur þú stöðuna miðað við svona fyrri ár sem að þú þekkir? Mér finnst við og félagið allt vera á miklu betri stað heldur en við vorum á saman tíma fyrra. Við veitum ekki hvernig að útskýra. Ég held að menn sem hafa starfað í kringu félagið og í félaginu hafi viti hvað ég er að meina og hvað þeir eru að upplifa núna. Og okkur líður vel og við erum á góðum stað eins og ég sagði áðan og nú er bara að halda áfram að taka þennan undirbúning sem við hefum verið að vinna með og taka hann inn í sumarið og inn í Pepsi-deildina. Hvað ertu ánægður með í þessum leik? 1-0, mér finnst alltaf gaman að vinna 1-0 og lendið smá svona brasi í restina og halda 0-inu. Við vorum að spila feikilega vel í fyrri hálfleik og skapa mörg færi. Við erum með mjög gott lið og þegar við náum okkar takti þá erum við erfiðir andstæðingur og seinni hálfleik var ég ánægður með sömuleiðis varnarleikinn og mjög gott bara að halda hraunu og fengjum ekki færi á okkur. Hvernig verður undirbúningurinn hjá þér svona síðustu dagana fyrir mót? Ég er bara með konunni og börnunum og held mig hægan og æfi vel þess á milli og svo er ég bara mættur í gattaskónum með standardhanskana í búrið á leikdag. Frábært, til hamingju með titilinn og við hlökkum til að sjá þig í markinu í fyrsta leik og í allt sumar. Takk fyrir mig.